Tómas, þá getum við tekið spjallið. Já. Við erum á, teig á 50. Ég sé nú bara ekki svona langt, hvað þessi braut löng? 820 metrar eða? Nei, hún hvað ætlum sjólegur? 410 eða? 420 og þetta par 4? Já, inn í vindinn. Oh my lord, ekki parið bara á við Eagle nánast? Jú. Hann taka annan? Já. Ok. Ég held að miðskorið sé alveg yfir 5 sko, í mótunum á þessa heit. Þá byrjum við aftur á þessari. Eitthvað segir mér að þið eruð ekkert að velta fyrir ykkur erfiðleika stuðli hólana. Hvort þú ert með forgjöf þessu hólu eða eina. Nei, líka því að forgjöfastuðlarnir eru svona ekki alveg samanhæfið við hvítteguna. Nei, ok. Þetta sé alltaf reikna af hvort það sé bláum eða gulum. Já, en þegar menn eru komnir á ykkar kaliber þá er bara ekkert verið að pæla í því. Nei. Hvort að þú fær punta á þessu hólunni eða hina, það er bara aukaatriði. Já, jú, það er svona, forgjöfin verður svona aukaatriði í rauninni, sko. Já. En bara, þú veist, þetta er bara spurning að komast í gegnum erfihólunar og svo nýta sjansan sem fæst, sko. Já, en eins og þessi hóla, smá mótundum þessa líka. Já. Þú getur ekki verið að hugsa þessa sem birdie-hólið. Nei, ég er nú reyndar búinn að... Í mótur það? Já, ég held að ég sé reyndar spilin undir pari, sko. Ok. En ég reyni örugglega í bara mótunum sem er undir pari á henni, sko. Já. Þannig að, en hún er erfið. Ég held að hún sé örugglega ein af svona erfiðustu hólunum allavega hjá köllunum í mótunum. Einmitt. En segðu mér annað, fyrir mótið, ég kannast nú við... Já, ég fékk pínu ráðgjöf varðandi á hvernig ég ætti að veðja. Já. Og þitt nafn bara að koma. Já. Sem kannski ekkert ósvikið. Þú ert búinn að vera heitur í sumar og hvað, ertu nánast með stigamótstitilinn vísan eða hvað? Er ekki einhver stigamótur hjá okkur? Jú, stigalistin er sem sagt í rauninni öll mótin í sumar. Já. Þetta eru búin að vera 1, 2, 3, þetta eru 5, 6 mót. Já. 2 Íslandsmót í hólukeppni og Íslandsmóti núna hér í Högleik. Já. Svo voru það 2 vormót og svo það auðvitað Korpubikkarinn og Hvalárbikarinn. Já. Og þetta er bara, í rauninni, fær stig fyrir sæti eftir hvað endar og svo þetta bara samtals stigin eftir allt og sá sem með flestu stigin vinnur. Einmitt. Og þú ert þess að nánast með þennan titil vísan eða eitthvað? Er svona alltaf því? Það eru einhverja breytur, sko. Já. En ég er náttúrulega búinn að vera svona frekar stabíll í sumar. Einmitt. Ég er búinn að vera 3 í öðru sæti og 3. sæti í Íslandsmóti hólukeppni og var síðan í 5. sæti í Hvalárbikarnum. Já. Þannig að ég er svona búinn að vera að fá bara stöðu og há stig, sko, í hverju móti. Einmitt. Og ég var með einhver 900 stiga, sko, forskot fyrir mótið. Þannig að það var svona bara svo lengi sem að ég spilaði allt í lagi, sko, þá var þetta alltaf að fara að vera í rauninni að ég vinna stiglistan, sko. Telur þetta mót líka Jú. Já, þetta telur líka, já. Jú, og það eru flestir stigin í þessu móti, sko. Já. Þannig að það eru einhverja breytur eins og ég sagði. Ég held að akkurat núna sé staðan þannig að svo lengi sem að ég svona spila allt í lagi, þá er Aron í rauninni eini sem að gæti náð mér. Og þetta síðasta mótið? Já, þetta er síðasta mótið. Já, ok. Þannig að það verður krýndur einhver stigameistari núna bara á sama tíma og Íslandsmeistari verður krýndur, sko. Einmitt. En hvernig er það þá, eins og ég segi, menn að sumir veðjuðu bara á þig, er þá ekki ákveðin vonbrigði fyrir þig hvernig hefur gengið, eða hvað? Jú, ég meina auðvitað er alltaf ekkert gaman að eiga vonda daga, sko. Nei. Þetta er bara golf, sko, þú veist. Já. Maður getur ekki alltaf verið að spila vel, ég meina það er bara að gera það enginn, ég meina ekki eins og Skotti Scheffler er að gera það. Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta er svona bara leiðilegt að, þú veist, leiðileghringinni komu akkurat núna, sko. Já. Og hvernig, byrjaði þetta pínu baukaður í dag? Já, byrjaði að setja hann að fara út á fyrstu, sko, pínu leiðilegt. En, þú veist, Þú varst ekkert að velta þig fyrir hvort að einhver sjónvarpsgerðarmaður á kylfingi var að fara að taka spjallið að hugsa með þér. Já, nei, ég nenni nú ekkert að láta að taka... Nei, ég er alveg samt að rólega, sko. Holan er bara búinn og bara áfram gakk. Já, þurfum þetta bara að hjálpa Hjalta. Verður ekki að hjálpa honum að leita? Heyrðu, ok.
eða hvað er hann fundin? Er hann fundin eða? Nei, það er ekki það. En jú, það er ekkert að vera að flækja þetta mikið, sko. Þetta er bara að spila golf og... Og eftir þessa fyrstu hólu, hvernig ertu síðan þá? Þetta var parinu hérna eða? Nei, ég er nú reyndar búinn að fá 1 bóki líka. Já. En þetta er alltaf lagi, ég er svona að komast í gang. Ok. Það er nóg golf eftir. Nægt golf eftir, leitum. Já. Tómas, ég var að vona ég geti fara að kalla mig Lucky Charms. Hann myndi alltaf fylgja birdie. Varst ekki pínu sveittur? Þið langaði þetta birdie, eða ekki? Já, langaði pínu það og svona, kannski hefði verið pínu svona ítingu undir hringinn, en... Já, og líka til þess að koma þér bara dálítið í gangi, ekki líka? Þetta ekki snýst stundum með það? Þetta er alltaf lagi, ég setti gott púti á seinustu og gott púti á annari líka, þannig að þetta er svona að koma. Ég er búinn að púta þau illa í mótinu með venjulega. Já, ok. Þannig að þetta er svona, þetta er að koma. Já, þannig að bara, eins og ég segi þið, þú ert að fara á, hvað, 70? Já, 70. Par 5, er það ekki rétt? Nei, par 3 fyrst og svo par 5, 7. Þannig að bara úr því sem komið er, ekki bara að njóta og... Jú, bara hafa gaman, sko. Sól og blíða og... Já, það eru hvað 13 hólur eftir eða eitthvað og bara hafa gaman að því, sko. Já. Herðu, takk hérlega fyrir að leiða mér að rölda með þér. Já, ekki máli, takk fyrir það.